Ósk Matthildur Arnarsdóttir og Sæmundur Már Sæmundsson eiga það bæði sameiginlegt að hafa komið út úr skápnum á Suðurnesjunum. Við spjölluðum við um lífið og tilveruna og fræddumst söguna þeirra og hinseginleikann almennt. Nú eru komin 2 ár, Ósk, síðan þú komst út úr skápnum. Hefur alltaf vitað og fílaðir stelpur? Nei, ekki fyrir en að ég var svona 18-19 ára um það bil og ég í rauninni átti mjög erfitt með að koma út. Það tók mig um það bil 2-3 ár að bara þora að viðurkenna fyrir samfélaginu. Þegar ég var svona 12 ára þá byrjaði ég svona að átta mig á því að ég var svona pínur hrifinn af karlmönnum. Ég laðaðist miklu meira karlmönnum eða strákum en stelpum. En mér datt hvarflaði aldrei að mér að ég væri samkynhneigður samt. Ég hélt að þetta myndi bara eldast af mér og ég var ekki einu svona mikið að spá í þessu. Ég var ekkert að stressa mig á þessu. Ég var handviss um að þetta væri bara eitthvað fasi. Og það var ekki fyrr en ég var svona 16 ára sem ég byrjaði svona íhuga. Ég gæti hugsanlega kannski verið tvíkynhneigður. En þá hugsaði, ok, ég er tvíkynhneigður því ég fókusera bara á stelpurnar. Þarf ekki að vera að segja neinum frá þessu. Og svo þegar hún 18 ára, þá einhvern veginn, þá fer þetta að gerast rosalega hratt. Ég fæ eiginlega bara nóg af því að vera að bulla í sjálfum mér. Að koma út í svona litlu samfélagi, það var rosalega erfitt fyrir mig að því á því tímabili þegar ég var að koma út, þá var rosalega mun minni fræðsla hinseginleikann og allt því tengdu. Þannig að það í rauninni gerði það svolítið erfitt fyrir mig. Ég fekk rosalega mikið svona dóm og fólk spurði mig bara að öllu því sem að því sýndist. Og gerði þetta rosalega klámvætt og þetta var svona, mér leið eins og ég væri rosalega öðruvísi. Þetta var mjög skrítið að mæta í skólan á mánudeginum af því að þetta breyti svo hratt út. Það vissu þetta allir bara fyrir hádegi á mánudeginum. Samt þorði fólk ekki að spyrja mig út í þetta. Fólk var meira að spyrja vini mína út í þetta og systur mína. Það veit ekki, það vildi enginn spyrja mig út í þetta. Hefðir þú alveg verið til í að svara spurningum um þetta? Já, algjörlega. Og ég geri það. Þetta er ekkert að vera neitt tabú. Og já, ég hvet fólk til að spyrja mig eða vill spyrja mig eitthvað. Ég er ekki viðkvæmur fyrir því. Bæði segjastu reglulega að fá fordómafullar spurningar frá almenningi en að þeim fari þó töluvert fækkandi á sama tíma og samfélagi verður smám saman fróðara þessi málefni. Af hverju fílar stelpur? Af hverju, þú ert svo kvenleg, þú ert svo sæt, af hverju myndirðu vilja vera með stelpu en ekki strák? Hvernig geturðu hagað þér í kvennaklefanum? Þorirðu að fara í sund í kvennaklefann? Hvernig sofa stelpur saman? Ég heyri það fyrst alveg rosaloft. Býtu, ertu hommi? Þú ert ekkert hommalegur. En það til dæmis orðið miklu minna núna. Og ég heyri líka oft fyrst ertu hommi? Mér alltaf langaði svona hommaveginn sem getur komið að versla með mér. En mér finnst eiginlega bara hundlega að versla, Ertu of kvenleg til að vera lesbía? Það getur enginn sagt það. Þú þarft ekki að líta einhvern veginn út á einhvern sérstakann hátt til þess að vera samkynhneigð eða tvíkynhneigð eða neitt. Ræðurðu við því í sturtuklefanum í sundi? Það er náttúrulega, ég get auðvitað skilgreint nakinn líkama frá kynferðislegu samhengi. Það er eiginlega, málið við það, ég er lesbía en fyrir mér þá skiptir líkaminn ekki mestu máli. Það er persónuleikinn og gáfurnar, allt þessu tengt. Verður þú skotin í öllum stelpum? Nei, ég var ekki skotin í öllum stelpum. Bara rétt eins og einhver annar, þú var ekki skotin í öllum sem þú hittir. Eina sem kannski ennþá sem að fólk heldur að ég er samkynhneigður, ég laðast að strákum. En það þýðir samt ekki að ég laðist að öllum strákum sem að virðist vera svolítið algengum misskilningur. Það er svona, ég segi einhver heyrir að ég sé hommi og fólk segir, ég þekki einmitt einn homma, þið ættu að byrja saman. Eins og að það sé sjálfgefið að ég laðist að öllum hommum.
Það er eins og, ég veit ekki af hverju það er, kannski er það því að það eru svo fáir samkynhneigðir að fólk svona haldi að maður hafi ekkert rétt á eða hafi ekkert efni á að vera með einhverjar skoðanir. En ég get alveg verið picky eins og aðrir, sko. Ég var búinn að búa undir að fólk myndi fara að líta öðruvísi á mig, ég hélt að fólk myndi fara að passa sig í kringum mig, en það gerist alls ekki. Flesti voru bara ánægðir með að ég væri búinn að finna mig og bara samklöddust mér í þessu. Bara leið og ég fór að hætta að pæla í hvað aðrir væru að hugsa eða hvað aðrir myndu að hugsa, þá hefur líf mitt breyst rosalega mikið. Þessi 3 ár þar sem að ég átti erfitt með að koma út, þorði ég ekki og rosalega erfitt fyrir mig. Hvað finnst þér hugtakið hinsegin? Þetta hugtak hefur alltaf farið svolítið í taugarnar á mér. Af því að orðið hinsegin, þetta er svona vísa til einhver sem er öðruvísi. Og ég hef aldrei einhvern veginn tengt sjálfa mig við þetta orð. Mér hef aldrei fundist þetta eiga við mig, af því að ég er ekkert hinsegin manneskja þó ég laðist að strákum. Hvað finnst þér hugtakið hinsegin? Þetta er orðið sem ég nota í dag yfir þá verið að tala ekki bara sem sagt hommar og lesbíur og svoleiðis, þá verið að tala þetta er svo rosalega vítt hugtak og mér finnst ég ekki vera hinsegin og mér finnst í rauninni enginn vera hinsegin. Við erum bara öll við erum öll öðruvísi, við erum öll, ég er ekki eins og þú ert ekki eins og ég. Og mér finnst orðið hinsegin í raun, við ættum ekki að vera að nota það.